Verkefni 19 Goðafræði er verkefni sem er ætlað til upprifjunar á því helsta sem hefur verið farið í sérhlutanum í kennslubókinni og því er reynt að hafa fyrirmælin eins knöpp og hægt er. Mjög gott er að nýta sér fyrirmælin og örleiðbeiningar sem eru í B-hlutanum, blaðsíður B3 til B7 og sákaflinn fyrir fram að C-hlutan og svo náttúrulega að skoða vel önnur verkefni sem þau eru búin að vinna í C-hlutanum. Sumt er gefið upp eins og til dæmis spássíurnar, erfitt að sjá hverja þær eru á hans að fá það gefið upp. Þær eiga að vera 3 í topp og svo 2,5 cm vinstri, hægri og neðri. Og svo er gefið upp að það hefur verið haus og fótur. Í haus er textinn settur í miðjuna og lína undir, blaðsíðutali hér fyrir neðan. Í fæti er hins vegar texti og það er box sett utan textan, en eins og þið sjáu þá þarf náttúrulega að hafa vinstri og hægri inndrátt hérna. Þið sjáu það líka hér í stikunni. Skoðið þetta vel og þetta þarf ekki að vera nákvæmlega eins upp á punkt og prik, en svona þeir reyna að gera þetta svona sirka eins og það lítur út. Síðan merkiði fyrirsagnir með heading 1, 2 og 3 eins og sýnt er, muniði þær eru hér með stigskiptri númeringu og heading 1 hefur 1 tölu, heading 2 hefur 2 tölur og heading 3 hafa 3 tölur. Þetta er fyrsta, annað og þriðja þrepið og þið merkið svona eins og sýnt er. Síðan þurfum við að búa til 2 stíla. Ég ætla að kveikja hér á rúðunni, stílarúðunni og hafa hana hér til hliðar. Við þurfum að búa til 2 stíla, texti 1 og texti 2. Þetta eru 9 stílar sem við búið til sjálf og reynið að sjá svona það bil hvernig á að móta. Þeir ráðu svo hvort þið búið til fleiri stíla eða mótið restina af textanum bara beint, en þessa 2 stíla er líka hægt að nota á fleiri stöðum í verkefninu. Þið skoðið þetta vel, texti 1 og texti 2 og svo þurfum að móta hér sjálf. Svo bætið þið við sem vantar, eins og hér þarf að setja textan upp í blaðadálka með línu á milli. Hér er númeraðar greinar 2. Svo er hér mynd sem er sett inn í töflu með miða og búin til tafla og þið mótið hana svona svipað og sýndir hér og þar er miði. Færum okkur svo yfir á blaðsíðu 2. Hér er tafla og þið búið til töflu með 2 dálkum og það er nóg að hafa eina línu. Setjið þennan texta hér inn og mótið hann með stigskiptum áherslumerkjum og svo getið þið sett hér einhvers konar tegundar smartartið. Þarf ekki að vera nákvæmlega svona og setjið inn í það. Að maður smellir á smartartið og ýtið hér á öruna til hliðar, þá getur maður skrifað inn í hér. Hér er ein grein sem þið þurfum bara að móta sjálf og hér er lína sem er heil grein og hún er greinlega dregin inn hérna aðeins frá hægri og svo er að móta móta hérna heimildirnar og það er yfirleitt alltaf hangandi inndráttur á heimildunum og skáletrað þar sem við á samkvæmt leiðbeiningum. Gangi ykkur vel með þetta.